Fannar Jónasson, bæjarstjóri í Grindavík. Hvernig gekk þessi fundur og hvað voru svona helstu málefni sem þið gátu rætt? Fundurinn var bara mjög góður og við erum þakklátt fyrir það að ríkisstjórnin skuli koma hingað og funda með okkur. Það eru auðvitað fjölmörg að taka en við reyndum að vera hnitmiðuð og taka svona helstu málaflokkana og það er náttúrulega snýr það bæði að bænum sjálfum, það er að segja húsnæði og mannvirkjum öðru slíku en ekki síður úrræðum fyrir fólkið okkar sem að þarf að halda virkilega vel utanum á öllum aldri, bæði frá börnum og yfir í aldraða og þar á milli. Framtíð Grindavíkur náttúrulega óviss, þannig að það mikil, getur við sagt að sé mikil óvissa í mörgum málum. Það auðvitað heilmikil óvissa við hins vegar lögðum áherslu á það væri rétt að hefja endurreisnina eða undirbúningin að flutningi. Skiptir verulega miklu að við séum tilbúin þegar að þessum látum öllum linnir og við erum svona að reyna að stilla saman einhverja tímalínu. Við höfum fundið það að ríkisvaldið kannski vill svona bíða og sjá til ef við höfum lagt áherslu á það að reyna að hraða framkvæmdum þannig að við séum tilbúin þegar að tækifærin gefast og náttúran leyfir okkur. Hægt að nefna eitthvað slíkt vist? Byrja aftur með skóla eða eitthvað slíku grunnatriði, það eitthvað komið í umræðuna? Ég hef svo sem rætt þetta en það svolítið erfitt að tímasetta slíkt. Við reiknum með því að það séu frekar svona ballust pör sem byrja því að flytja í bæinn því að það að starta skóla kallar náttúrulega á ýmislegt. En vonandi gerist það nú svo í framhaldi og við leggjum líka áherslu á það að það þarf að vera blómlegt mannlíf og síðan þarf að vera öflugt atvinnulíf líka og við fórum yfir þau mál varðandi stuðning við atvinnureksturinn og bara almennt við bæjarfélagið eins og ríkisstjórnin og Alþingi hefur gert svo dyggilega fram að þessu. Þannig að það hugur í heimamönnum í Grindavík að fara að byrja að flytja aftur heim? Já, það vissulega hugur í fólki og það nú í gangi núna könnunum hjá Maskínu, á vegum Maskínu sem á að leiða okkur í sanninu það hversu margir vilja koma heim og þá hvenær. En það eru bara mjög margir sem að bíða og þó að sé búið að selja Þórkötlu, ríkisfyrirtækinu Þórkötlu, 90% af íbúðarhúsnæði í bænum, að þá vilja menn gjarnan komast heim, íbúðarnir og hollvinasamningarnir sem gerðir þeir til marks það að sífellt meira mæli að fólk vil komast heim og það var líka bent á það að það væri gott að taka út það ákvæði í samningunum að það megi ekki gista á svæðinu. En á fólk hugsanlega möguleika að kaupa húsin sín eftir? Já, það eru forkaupsréttar ákvæði í sölusamningunum og forleigu ákvæði líka. Þannig að horfa margir til þess og byrja kannski á því að gera þessu hollvinasamninga, fá að máta sig inn í bænum. Fá að gista það? Fá að gista þar og svona sjá húsnæðið sitt, á garðinn og kannski bera á Grindvík eitthvað slíkt. Það líka mjög til hagsbóta fyrir ríkið að þetta sé gert vegna þess að það eru yfir 70 milljarðar í verðmætum í fasteignum sem ríkið á í bænum. Og það búið að vera að vinna í að tryggja betur svona bæinn? Svona vegamál og sprungur og þetta? Já, búið að gera stór átök í því, bæði kortleggja sprungurnar og jarðvegskanna þær og fylla upp í þannig að það er svona lokaspretturinn eftir og það þetta fullt af girðingum ennþá, hættulegustu svæðin eða þau sem eru talin hættuleg og þau eru girt af en smá sem að þá minnkar þessi girðingafloti allur og þá með hækkandi sól þá eykst bjartsýn okkar. En við erum að tala þetta núna á sama tíma og kannski þið og fleiri eru hreinlega að bíða innan gæsalappa eftir næsta gosi. Já, en vísindamenn segja okkur þá reynsla líka síðustu gosum að gosin verða utan varnargarðanna öllum líkindum. Við þekkjum þetta, það verður rýming þegar það fer að gjósa og svo fær fólk að fara aftur í bæinn og fyrirtækin fara að taka til starfa. Og við hefum ekki vonað á öðru munstri heldur en þessu. Varnargarðarnir hafa bjargað Grindavík og Svartsengi og vonandi gera það þar til að þessu lýkur. Getum við sagt að þið séu hóflega bjartsýn í Grindavík? Já, við erum hóflega bjartsýn.